Ég ætla bara rétt snöggvast að kynna fyrir ykkur þetta tól sem heitir Scrumbler. Þetta svipar kannski svolítið til Padlets sem að mörgi eitthvað þekkja að vissu leyti en miklu einfaldra og stundum þarmar ekki alla þessa fítusa sem að Padlet býður upp á. Og þá Scrumbler ágætis tól til að nota í staðinn. Já, okkur vantar bara eitthvað einfalt. Og þetta virkar þannig að þetta líkir bara eftir svona tústöflu og hugmyndin að við útbúum svona miða og límum á þessa töflu. Og til að búa til nýjan miða að þá viljum við bara smella á plussin sem hérna í vinstra horninu undir töflunni og þá verður til nýr miði og ef við tvísmellum á þennan miða að þá getum við skrifað eitthvað hérna inn að setja YouTube í PowerPoint. Þetta var stutt og laggott. Svo getum við gripið hérna í og fært hvert sem við viljum á töfluna. Og það sem við höfum beðið ykkur að gera núna að útbúa ykkar eigin miða og setja þar sem að þið hafið lært og fara síðan og merkja við á annan miða ef að það eitthvað sem að hefði komið ykkur að gagni. Og til að merkja við annan miða að þá bara tvísmellum við á miðan og þá verður hann svona editable og þá getum við sett inn bara einfalt L og smellum einhver stað annar staðar og þá festist þetta. Og svo líka hægt að merkja með svona punktum, það eru svona litaðir punktar undir töflunni og það hægt að færa þá svona yfir miðana til að setja merki á miðana. Ég kannski geri það með ykkur á eftir. En máli með það að það bara hægt að merkja hvert miða einu sinni. Þannig ef að 3 væru að merkja við miða, það dugar ekki. Nú svo annað sem hægt að gera með þetta, að það hægt að skipta töflunni. Þannig að hérna við búum til dálka ef við viljum sortera miðana okkar. Og þá það plussmerkið sem birtist þegar við förum með bendilinn hérna alveg út í hægri kantinn inn á töflunni. Við smellum á þennan pluss og þá skiptist þetta. Og þá getum við tvísmelt á þar sem að stendur new ef við viljum setja inn nýjan titil þar og segjum bara áhugavert og þá festist það. Og við getum búið til eins marga dálka og við viljum. Ég hef allavega ekki fundið neitt hámark. Síðan ef að við viljum losna við dálka þá mínus sem að birtist þarna þegar við færum bendilinn út í hægri kantinn og ef við smellum á hann þá hverfur þetta.